ekki eitthvað það í Biblíunni sem að hefur vakið athygli ykkar og þið óskað skýringa á? Jú, það gerist hjá okkur öllum fyrir eða síðar. Ein sú setning drottins sem að ég hefi rekist á í áratugi og til að byrja með þá átti ég erfitt með að skilja þetta. En ekki lengur, nú skilja þetta mjög vel. Ég ætla að deila þeirri hugleiðingu með ykkur sem hefur farið í gegnum huga minn yfir yfirlýsingu Jesú Krists sem að finna tvisvar í Biblíunni. Og hún þessi að enginn hefur séð Guð föðurinn, segir Jesús. Og Jóhannes lærisveinninn endurtekur þetta síðar í einu bréfa sinna. Og það var sjálfur Jesús Kristur, sonur Guð, sem sagði: enginn hefur nokkurn tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð. Hérna Jesús kallaði Guð, eins og oft annar staðar, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Og hér hefur Kristur gengið á meðal okkar og það var allt í lagi. Menn snert hann snerti aðra, en enginn hefur séð föðurinn nema sonurinn. Hvernig stendur á þessu? Þetta var mín spurning og ég ætla að deila því með ykkur í dag. Já, Jóhannes lærisveinninn segir þetta líka. Hann lærði þetta hjá sjálfu meistaranum að enginn hefur nokkurn tíma séð Guð. Og þegar við minnumst þess að okkur er lofað að við munum vera í himninum alla eilífð og þar munum við sjá Guð. En af hverju megum við ekki sjá föðurinn hér á jörðu? Jesús sem kallaður Guð líka. Að hann hefur gengið á meðal okkar og ekkert gerðist. Jú, það gerðist margt, en af hverju máttu ekki sjá föðurinn líka? Við komum að þessu og við spyrjum en af hverju? Það að því að syndarar deyja í návist Guðs nema að hann hreinsi okkur af allri synd. Þetta eru mín eigin orð, byggð á orði Guðs í gegnum alla Biblíuna. Og ég ætla að sýna okkur nokkuð dæmi, það að lútandi. Í Jesaja spádómsbók í 7. kaflanum, þá gerðist það að Jesaja, þessi góði spámaður, hann segir að árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldustóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Umhverfis hans stóðu serafar, það ein tegund af englum, hafði hver þeirra 6 vængi, svo ætla ég að hoppa yfir hérna til að stytta málið. Þá sagði ég, vei mér, það úti mig, því að ég maður sem hefur óhreinar varir og bý með fólk sem hefur óhreinar varir. Því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Það virðist vera að syndarar, þeir deyja í návist Guðs nema eitthvað komið til. Vegna þess að syndin sem við erum gagntekin af eða heldtekin af, hún leiðir til dauða. Laun syndarinnar dauði, okkur sagt annars staðar í Nýja testamentinu. En Jesaja heldur áfram. Frá 7. versi í 7. kaflanum segir: einn serafanna flög þá til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og hann snart munn minn með kolinu og sagði: sjá, þetta hefur snortið varið þínar. Misgjörð þín burt tekin og friðþægt fyrir synd þína. Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði: hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði: hér ég, send þú mig. Og Guð sendi hann. Og þess vegna allt Guðspjalli, ef ég má kalla það Guðspjall, Jesaja, bókin öll, þessi langa bók, eina af því lengst í allri Biblíunni. Og þar að finna hjálpræðið Guðs okkur syndurum til handa. Og Jesaja kynnir til dæmis Jesú Krist alveg sérstaklega
þjáningar hans, eins og við komast að raunum í hvað Jesaja kafla 53 og bara hvernig honum hafnað og hann fyrirlitinn og smáður og talin einskisverði á meðal manna. Þannig Jesús kynntur og fórn hans á meðal okkar mannana, okkur til góðs. Og það aðeins þegar við meðtökum Jesú Krist að við getum fengið að sjá Guð föðurinn. En hvernig stendur þá á því að Jesús getur verið á meðal okkar án þess að við deyjum við að sjá hann eða heyra hann eða meðtaka hann? Og það voru margir sem sá hann ganga hér á jörðu. En á sama tíma, ef einhver myndi sjá Guð föðurinn, þá myndi að deyja á stundinni, eins og Jesaja óttaðist myndi gerast þarna. Hann þekkti Guðfræðina, að syndari getur ekki komið auga á Guð almáttugan, í þessu tilviki föðurinn, á þess að deyja strax. Eitthvað kemur inn í söguna sem gerir það verkum að við getum lifað þrátt fyrir að sjá einn meðlim Guðdómsins, Jesú Krist. Því að hann líka kallað Guð í Biblíunni. Jú, það sagt frá því annarri Samúelsbók í 6. kafla frá 4. versi að Ússa gekk með örk Guðs. Það var verið að flytja sáttmálsörkina, kistuna, með boðorðinu 10 frá einum stað til annars. Og það var auðsjáanlegt að það mátti enginn snerta þessi kistu. Því að það sem þeim gengur þarna Ússa og Ahjó sem gekk fyrir örkinni, að Davíð og allt Ísraels hús dansaði fyrir drottni af öllum mætti með söng, gíjum, hörpum, bumbum, bjöllum og skálabumbum, af gleði yfir því að nú að verða að færa sáttmálsörkina með boðorðinu 10 frá einum stað þess að mann átti ekki að vera á helgan stað. Og svo segir, en þeir komu að þreskivelli Nakons, greip Ússa hendinni í örk Guðs og hélt fast í hana, því að slakað hafði verið á taumhaldinu við Agneitin. Þá upptendraðist reiði drottneskjan Ússa. Og Guð laust hann þar af því að hann hafði gripið hendi sinni í örkina og dó hann þar hjá örk Guðs. Margir sem lesa Biblíuna líta á þennan texta og dæma Guð strax fyrir hörku og grimmd og tillitsleysi og hvað eina. En koma ekki auga á heilagleika boðorðanna 10 og fyrirmæla Guðs ekki snerta. Það ekkert hér sem segir að þessi maður glatist vegna þess að hann var að reyna að hjálpa til. Í augnablikinu þegar verið að flytja þessa gullkistu með boðorðanna 10 á Uxakerru yfir ójafnan veg. Vegirnir voru ekki malbikaðir í þá daga. Og þar kom að því að hún hristist til og það virtist þess að kistan væri að detta af og maðurinn hann vildi ólíðast Guði, hann vildi bara hjálpa til og hann dó. Ég trúi því að Ússa verði í Guðsríki þrátt fyrir þetta, vegna þess að hann var valinn til þess að fylgja kistunni og það voru bara helgaðir menn valdir til þess að koma nálægt þessari gullkistu Guðs með boðorðinu 10. En bara þetta atvik sýnir okkur hvernig Guð lítur á, til dæmis boðorðinu 10 og margt annað sem honum heilagt. Og þar í eru ekki endilega bara hlutir, heldur líka fyrirmæli drottins sem við deyjum ef við göngum gegn þeim. En við skulum halda áfram. Hérna hef ég bara sett nokkur orð. Það sem Guði heilagt mega syndarar ekki snerta, ekki breyta eða hrófla við á nokkurn hátt. Til dæmis orð hans, að breyta því á einn hátt eða annan, eða hvíldardaginn eða boðorðin yfirleitt, eða að breyta kenningu Guðs. Bara svo ég nefni dæmi, varðandi líf og eilíft líf og dauðan.
ástand mannsins í dauðanum, sköpunarsagan, og það væri hægt að nefna margt annað sem heilagur sannleikur fyrir Guði, en margir, meira að segja kennimenn, ýmist viljandi eða óviljandi, boða fólki boðskap sem stundum í sömu tilvikum algjörlega andstæðu því sem Guð boðar og kennir. Slíkt mjög alvarlegt að gera, því það leiðir til þess að syndarar sem þannig haga sér að hunsa fyrirmæli Guðs, þeir munu deyja. Og ég ekki að segja að hér sé verið að tala eilífan dauða, því að margir iðrast gjörða sinna og átta sig og fara að boði Drottins í einu og öðru. Þeir munu lifa við það að iðrast. Við skulum fara yfir í Filippibréfið í 2. kapítula. Frá 5. versi segir: verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Enda hann var Guð og Guð. Svo 7. versi: hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Þetta ástæða fyrir því að hann gat gengið á meðal manna, af þess að þeir hryndu niður dauðir allt í kringum hann. Hann hafði tekið á sig mannsmynd. Svo segir, hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra, til þess að fyrir nafni Jesú Krists, eða Jesú, skuli hvert kné beygja sig á himni, á jörðu og undir jörðu, og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur drottinn. Með öðrum orðum, það sem Jesús var og þar Guð, sá sem að tók á sig á meðal persóna Guðdómsins. Þær eru 3, Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi. Hann tók það á sig að gerast maður á meðal manna verða mætti til þess að bjarga mannkyninu. Að minnsta kosti þeim sem iðrast og vilja, iðrast syndasana og vilja gera vilja Drottins, að gangast undir hans stjórn. Og þar koma boðurinn 10 við sögu mjög. Þau eru heilug. Það dirfist enginn að breyta þeim eða hrófla við þeim eða hvað. Það ekki samt gert í hinum kristna heimi mjög mikið, að boðorðin 10 eru ekki alltaf í heiðri höfð. Annað boðorðið, víðast hvar, gjörsamlega afmáð eða þurrkað út úr kennslubókum. Þú skalt ekki hafa annað Guð en mig og ekki tilbiðja skurðgoðin. Það það sem ég að tala um. Og 4. boðorðið, því hefur gjörsamlega verið snúið og segir allt annað. Það að segja, 4. boðorðið sem að varðan hvíldardaginn, sem á að hafi heiður í 7. dag vikunnar, hann kominn yfir á sunnudaginn, heiðursdag sóldyrkenda. Það var alltaf hægt að hugsa sér meira skurðgóð en þetta, að gera heiðursdag sólarinnar og sóldyrkenda að heiðurstegi í stað 7. dagsins sem laugardagurinn. Og við tökum eftir því hér að vegna þessara gjörða mannana að hrófla við því sem Guð heilagt, að þá þarf að gera upp fyrir syndir okkar á efsta degi. Auðvitað Kristur búinn að taka á sig syndasektina á Golgata krossi. Hann fullnægði kröfu lögmálsins að syndari skal deyja, og hann sem var skaparinn, engin annar gat tekið það að sér að vera þessi frelsari okkar en sá sem skapaði okkur.
En á efsta degi, í lok 1000 ára tímabilsins, sem Åpenbarunarbókin talar í 20. kaflanum, þá gerist það sem hér segir í Filippibréfinu í 2. kafla, að hvert kné á himni og á jörðu og undir jörðu skal játa Guði föður til dýrðar að Jesús Kristur drottinn. Á himni gerði forustu engillinn Lúsífer, sem yndislega fagurt nafn, Lúsífer, ljóssins engill. Hann gerði uppreisn gegn Guði og alveg sérstaklega gegn Jesú Kristi, því að hann skapaði okkur og þessa jörð, og Lúsífer var ósáttur við það og fór og gerði sem þetta uppreisn í reynd á meðal englana gegn Guði. Þess vegna í lok 1000 áranna, þegar Kristur kemur tilbaka frá himnum með borginni helgu sem hann sagðist ætla að undirbúa dvalarstaði í fyrir okkur, þá kemur hann þegar hann tilbúin og búin að gera allt tilbúið með borginna, og við sem að risum upp ef til vill, og þeir sem eru dánir, réttlátir og eru þannig í gröfum sínum í byrjun 1000 áranna, ásamt réttlátum lifandi þegar Kristur kemur að sækja fólkið sitt. Hann tekur þessa 2 hópa með sér inn í himini. Þar erum við í 1000 ára stóða bækur himinsins. Að því loknu kemur borgin helga. Við lesum þetta allt í Åpenbarunarbókinni í 20. kafla eða 21. kaflanum, þessa 2 kafla, síðast í Biblíunni. Hingað aftur til jarðar og hinn réttlátu sem fóru í byrjun 1000 áranna til himins með Kristi, koma þá með honum í borginni. Borgin stígur niður á jörðu, þá rísa ranglátir upp. Þannig sjáu þið að á einum og sama tíma, í eina skiptið í allri veraldarsögunni, að þá krjúpa allir sem segir þarna, beygja kné sín fyrir að þeim sem eru á himni. Það eru himneskar verur, það eru englar, það eru íbúar annarra veralda. Og það eru þeir réttlátir sem fóru með Kristi byrjuð 1000 áranna til heimis. Þeir koma nú aftur með borginni niður. Og þeir sem eru á jörðinni, eða undir jörðinni, dánir, réttlátir, lifandi, ranglátir, dánir og himneskar verur, hvort þeir eru á himni eða á jörðinni eða undir jörðinni, allir munu vera lifandi á einum og sama degi. Og þá munu þeir beygja sig fyrir Jesú Kristi og viðurkenna, hann drottinn, hann Guð, eins og Guð Faðirinn, eins og Guð heilagur andi. Og það ekki fyrr en að þessu líkur, þessu uppgjöri, að drottinn getur leyft sér að tortíma lífi sem ekki vildi vera hans þegnar. En við skulum halda áfram að skoða þetta betur. Í 11. kafla í Åpenbarunarbókinni segir frá því að heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom sá tími dauðir skulu dæmdir verða, sjáu þið, dauðir munu rísa upp og verða dæmdir, og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Það verður eyðing. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Sjáu þið hvað boðorðin eru mikilvæg. Að á þessari stundu, í lok tímana, þá opnast himinin fyrir öllu jarðarbúum og þeir horfa inn í himinin og sjá boðorðin 10 sem milljónirnar hafa hafnað allt í gegnum ár og aldir. Og svo segir að eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hægt mikið. Það gengur á ýmsu þegar Guð að gera upp vegna syndar hér á jörðu.
svo hoppa ég yfir í 20. kaflan í Óperunnabókinni, það sem segir frá því, og ég hvet ykkur sem á þetta hlýði að lesa kaflan allan, 20. kaflan í Óperunnabókinni og líka 21. og annan. Það eru síðustu kaflanir í Biblíunni. En þarna í 20. kaflanu segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar, þarna rísa ranglátir upp og umkringa herpúður heilæra og borginni eldspuðu sem þá stigið niður við himni. En þá fellur eldur af himni ofan og eyðir þeim. Þetta var það sem að Jesaja óttaðist þegar hann fyrir tilstilli Guðs sjálfs. Hann leyfði Jesaja að sjá inn í helgidóminn á himni og sjá sig þar. Og Jesaja hélt að hann myndi deyja þarna, því að hann vissi að syndari í nálægð heilags Guðs mun deyja. En Guð gerði eitthvað sérstakt og engill tók blóðamóla frá altarinu og snerti varir hins synduga manns, Jesaja. Og synd hans var þurrkuð, afmáð. Og undir reins kallaði Guð, hvern mun ég geta sent? Hver vill fara og vinna þetta verk að boða öðrum hjálpræði? Og Jesaja segir, hér er ég, send þú mig. En við skulum fara yfir í 21. kaflan. Þar segir frá 1. versi að ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki frama til. Og ég sá borginni helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum, falleg borgin. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu, sagði sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Þau sögur Guð almáttugur, sem ef menn hefðu séð hann áður, eins og Jesaja óttaðist að hann myndi deyja við það að sjá hann, við munum sjá hann alla eilífð. Hann mun búa í borginni hjá okkur. Guð mun flytja aðsetu sitt hvar sem það út í himingeimnum til þessarar nýju eða nýsköpuðu jarðar sem hann áformar að gera. Og borgin helga stígur á himni ofan og á þessari nýju jörð munum við búa með Guði alla eilífð. Og það segir að hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki fram að til vera, hvorki harminni veini og kvöli fram að til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta orðin trúu og sönnu. Og ég bara spyr, af hverju má ekki boða sannleikann í kirkjum landsins eða landana allan heim? Jú, menn telja sig vera að boða eitthvað sem heitir sannleikur, en ekki endilega alltaf í samræmi við orð Guðs. Og hann sagði við mig, það framkomið, ég alfa og omega, upphafið og endurinn, ég mun gefa þeim ókeipis þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sem sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Hugsið ykkur, ég byrjaði á því að tala að enginn gat séð Guð. En hér munum við sjá hann og hafa fyrir augum okkar alla tíð alla eilífð. Aðeins þeir sem iðrast innilega synda sinna og vilja gangast að mála með almáttugum Guði og meðtaka Jesú Kristi sem okkar drottinn og frelsara. Allir aðrir munu deyja og það voru við að lesa hér sem sagt frá í 20. kaflanum í Åpenbarunarbókinni. En nú förum við yfir í 14. kaflan hjá Jóhannesi, þessi velþekktu orð þar sem segir
Og það er Jesus sjálfur sem segir við lærisveinana, hjarta það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þér, ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hefur búið eða stað, kem ég aftur og teku þau til mín, svo að þér séu þar sem ég er. En sagan heldur áfram þarna. Í 5. versi, þá segir Tómas við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesus segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Og Jesus svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Og við skulum hoppa yfir í 1. kaflan í Hebreabréfinu til þess að kynnast Guði, föðurnum betur og Jesú Kristi líka. Þarna segir frá byrjun, Guð talaði fyrir oftsinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynda veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Þegar Jesus hafði unnið sitt hjálpræðisverk hér á jörðu, þá fór hann upp til himna, settist þar í hásæti efra við hlið síns himneska föður. En við þurfum að komast á raunum. Það er oflítið meira þarna í þessu kafla í Hebreabréfinu frá 4. versi. Hann, þar að segja Jesus, er orðinn englunum þeim mun meiri sem hann hefur af erfum tekið ágætara nafnið þeir. Þegar að Jesus kom hingað niður til jarðar til þess að fæðast á meðal manna og vera sem maður og meðal manna, þá tók hann á sig það hlutverk að lækka sig í hið efra. Hann afsalaði sér öllu. Við lásum það áðan í Filippibréfinu í 2. kafla. Öll tignin, tilbeiðsla og allt hið efra. Hann afsalaði sér öllu til að gerast maður á meðal syndara. En var aldrei syndari sjálfur. En núna segir Guð Faðirinn þessi orð. Hann er orðinn englunum þeim mun meiri. Nú fær hann aftur upp í fyrri stöðu sem hann hefur að erfum tekið ágætara nafnið þeir, því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, og takið nú eftir, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Hér erum við að kynnast áformi guðdómsins, okkur til bjargar, að á meðal þessara 3 persóna guðdómsins, föðurins, sonarins og heilags anda, þarf einhver að fara niður til jarðar, fæðast hann á meðal manna og gerast þeirra fyrirmynd og frelsari og friðþægja fyrir syndið þeirra. Til þess þurfti einhver sem eftir yrði á himnum, föðurinn, faðirinn, að kallast faðir. Og Jesus yrði þannig frá kallað sonur. Faðirinn lýsir því hérna yfir. Því við hvern af englunum hefur hann nokkur sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eitthvað gerðist í þessu áformi himelsins okkur til bjargar, þar sem að Jesus tekur það að sér að fæðast á meðal manna okkur til bjargar. Og það er þá sem að faðirinn eða sá aðili guðdómsins segir, ég vil vera honum faðir og hann skal vera
mér sonur. Getum við núna betur skilið af hverju enginn gat séð föðurinn. Því að hann hafði ekki tekið að sér að fara í gegnum það að fæðast hér á meðal okkar mannana eins og Jesús gerði. En Jesús gerði það. Þess vegna gat það verið á meðal okkar að þess að menn myndu deyja við að sjá hann. En aðri syndarar og jafnvel þessu Ússa sem snerti örkina dó af því að hann gleymdi sér og snerti örkina sem enginn mátti gera nema þeir sem höfðu umboð frá föðurnum. Svo að ég hef huglýtt þetta, vinir, bara í dag með ykkur til þess að sjá að Guð í kærleika sínum til okkar syndarana vildi ekki opinbera sig, því þá myndum við deyja. Þegar hann í lok 1000 áranna og þá í borginni, hversu stígun á himni, birtist uppreisna gjörnum syndurum sem þá hafa rétt risið upp úr gröfum sínum og ætla að hertaka borgina, þá tortímast þeir vegna þess að Jesús Kristur Guð Faðirinn opinberast fyrir þeim. Og þannig að Guð, dómurinn, hvort sem það heilagur andi eða Guð Faðir eða Jesús nú á himnum, þegar þeir opinbera sig fyrir okkur mönnunum, þá deyjum við ef við erum ennþá í okkar syndu og ástandi, án þess að hafa iðrast gjörða okkar, án þess að hafa meðtekið Jesú Kristi sem okkar frelsara. Þetta í rauninni ekki flókið mál. Þegar maður les þetta allt í ritningunni, að þá sjáum við að himinin lagði allt í sölurnar til að halda okkur lifandi eins lengi og mögulegt til að iðrast. Sjáum við til dæmis hér í öðru Pétursbréfi 4. kafla, þar sem segir ekki drottinn seinna sem fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Við erum orðin óþreyjufull, af hverju rætast ekki spádómar. Guð að tefja, hann að fresta, hann að vonast þess að fleiri iðrist. Þótt sumir álítið það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður. Þar hann vill ekki að neinir glati, sjáu því, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá muni himnarnir með miklum kný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þó verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta fest þannig. Hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Guð í kærleika sínum ekki að opinbera mikið af guðdómi sínum til þess að halda okkur á lífi þar til að endalegt uppgjör á sér stað. En þá munu allir syndar að deyja sem ekki hafa meðtekið kærleika Guðs og frelsaran eins og hann birtist í Jesú Kristi frelsara okkar. Megi Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessa hluti og þegar við rekumst á þessar texta í Biblíunni, enginn getur séð föðurinn, enginn hefur séð föðurinn, það vegna þess að honum þykir svo vænt okkur. Hann getur ekki hugsað sér að vera án okkar alla eilífð. Þess vegna leyfir hann okkur að lifa og lifa og lifa eins lengi og mögulegt en svo kemur að því að endalegt uppgjör og hreinsun á sér stað hér á jörðu. Það segir þarna áfram í öðru Pétursbréfi 3. kafla. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komið Guðs dag. Sjáu því, við getum haft áhrif á það, hvernig það kemur. Að við sjálf og reyna að hjálpa öðrum til þess að meðtaka hjálpræði drottins, því fyrr sem að því verki lokið, því fyrr kemur Kristur. En vegna hans muni himnarnir leysa sundur í eldi og frumefni bráðna brennandi hita, en eftir fyrirheiti hans muni vér vænta nýs heimis og nýrðar jarðar, það sem réttlæti býr. Við höfum ekkert að óttast, vinir, nema því aðeins að við göngum gegn vilja drottins. Hann kærleiksríkur, hann frelsari
Guð kærleiksríkur, þolinmóður og harla gæskuríkur og hann í lengstu lög dregur að gera upp á meðal syndarana því að hann vill að við lifum að eilífu. Jesús sagði, ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Við munum ekki fikta við þau. Svo sagði það líka, þér eru vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Og kjarni stjórnarskrár Guðs ríkis eru boðorðin 10 og alveg sérstaklega 4. boðorðið sem varðar helgihald á hvíldardegi Drottins. Það er einn texti hérna í Jóbsbók 38. kafla sem að mér finnst vera mjög merkilegur í ljósi þessara hugleiðingar. Guð sjálfur segir við Jób, hvar varst þú, þetta er kafli 38, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til, hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mæli vaðin yfir hana, á hvað var stólpum hennar hleypt niður eða hver lagði hornstein hennar, þá morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Þetta finnst mér verið svo mikil opinberun. Stjörnurnar, englarnir, þeir eru kallaðir viða í Biblíunni stjörnur. En þegar að þessi jörð var sköpuð, þá voru allir englarnir viðstaddir og fögnuðu. En það var hópur annara líka þarna viðstaddur. Guðs synir, allir. Þegar ég las þessa línu, að allir Guðs synir fögnuðu við þennan atburð þegar jörðu var til, þá rifjaðist upp fyrir mig það sem segir í Nehemía í 9. kafla og þar segir einmitt, ég hefði nú oft að hafa það hérna, að það er í 9. kafla og 7. versi í Nehemía að Drotti skapaði himnana himna. Sjáu þið, það er ekki bara einn himinn, það eru margir himnar og gefur því öllu líf. Og þetta er endurtekið í spádómsbók Jesaja. Og þannig úr því að Guðs synir voru viðstaddir þannig, það ekki eins konar Adam. Því að Adam í ættartölum Biblíunnar kallaði sonur Guðs. Að þá hafi verið fulltrúi frá öðrum heimum sem Guð hefur skapað. Viðstaddur sköpun þessara jarðar og þessa mannkins sem við tilheyrum til að fagna og gleðjast. Og af því að Guð skapari, þá vitum við að í eðli hans þá heldur hann áfram að skapa. Og ég læt hrífast þegar ég sé allar þessar fréttir á YouTube eða á netinu, það sem vísindamenn hver af öðrum að lýsa því yfir hvað ég sjá lengra og lengra út í himingeiminn sem gátu ekki séð áður og telja þarna já, loksins komin endir veraldar. En svo uppgötvaði meira með fleiri sjónvökum, sterkari sjónaukum og billjónir í viðbót af vetrarbrautum. Og mér finnst þetta mjög hrífandi að heyra og sjá viðurkenningu sumra, það er ekki allir sem viðurkenna sköpunarsögu Biblíuna fyrir það, en á meðal þessara vísindamanna eru alltaf einhverjir sem segja það hlýtur að einhver hafa hannað þetta. Þeir eru fannir að segja það, þó þau vil ekki nefna Guð með nafni. Það hlýtur einhver hafa hannað þetta getur ekki gerst að sjálfu sér. Þið fannir að segja, vegna þess að þeir sjá lengra og lengra út í himingeiminn. Mér skilst af heilagri ritningu sem ég les þar, að alla eilíf fáum við að fara með frelsaranum okkar. Hvert sem hann fer. Þetta er yfirlýsing í Åpenbararbókinni. Og hvað hann þá að gera? Hann að vitja allra handaverka sinna sem hann hefur skapað, aðrar veraldir. Eins konar önnur mannkyn ef ég má nota það hugtak. Þá fáum við líka verða vitni að því þegar hann heldur áfram að skapa enn eina nýja veröld.
Það engin endir á því sem býður allra þeirra sem láta frelsast fyrir nafnið Jesú Krist. Mætti Guð verða okkar drottinn og frelsari og kærleiksríkur Guð sem annast okkur alla eilífð. Ég get ekki beðið. Ég vona að komi fyrr en síðar. Að við öll fáum að fara heim með honum.